hálsinn á honum. Já. En það er náttúrulega má segja sko, þetta hérna helviti mikið haf. Þetta alveg eins... Þetta skal ég segja, þetta Bixby eins og Óra Gibson. Já, jú. Þetta orginal? Þetta nefnilega ekki orginal. Ég fór að skoða þetta nefnilega á hérna mynd frá Framus. Þeir eru með allt annað sko, Bixby miklu lengra. Það alveg héðan sko og hingað. Þetta alveg svaka stöng. En þetta allt miklu minna sko, haldarinn einhvern veginn minni. En ég skil ekki alveg hvernig þeir hafa sko samt sem að tekið þetta, sko þetta hafið það allt og mikið þetta. Frá sko haldaranum. Og út á stólinn. Og þetta má segja sko að þegar maður er að spila svona, veist, sérstaklega svona á vinnukonunni sko, og þá gleymur þetta með. Þetta er einhverju yfirtónar alltaf. En segðu mér hvenær færðu þennan gítar? Ég var einmitt að skoða myndir og annað og mér sýnist að vera þannig að þetta er líklegast sko haustið 67. 67? Hann er smíðaður, ég er búinn að skoða það, hann er sem þetta dagsettur hérna í honum sko, dagsetting hérna. Desember með setu og strikkaði yfir, tíst sko, 65. 65. Hann hefur verið eins og hálfsást í kiftan. Ok, og þú kaupir hann hvar? Kaupir hann í hérna Paul Bernburg. Paul Bernburg. Manni minni setti hver seldi mig. Já, hver var það? Baldur Már. Já, Baldur Már, já. Hann var aðalkallinn í Bói? Já, Bói, sko, já. Og þetta er á Vítastíg náttúrulega? Þetta er á Vítastíg, já. Maður var náttúrulega daglegu gestur, það eru alltaf að skoða. Já, skoða, já. Fara í gluggann og... Fara í gluggann. En auðvitað náttúrulega voru þessi dýrari, þessum Gibson og svona, það var ekkert mikið, sko, þetta voru alls konar merki á þessum tíma. Já. Það var ekkert mikið þessi flottu merki, sko. Gibson og Fender og jú, þau sáust náttúrulega allt það. En það var ekki til mikið magnaði, sko. Nei, maður réði ekki, 15 ára strákur réði ekkert við svoleiðis hljóðfæri. En nú var hérna... Ég hef verið 15 ára, þetta hefur verið líklega á haustið, eða svona haustið að snemma vetra sko 67 sem ég kaupið þennan gítar. Og þá kaupi ég þennan gítar og magnara með, Vox 15. Vox 15, já. Sem var svona kubbur sko. Svona lítill. Alveg rosalúr magnari. En þessi gítar, ég man eftir þessum gítarum þá frá hljóðfæraverslu Sigríðar Helgadóttur í Vesturveri. Ég man eftir þessum pick-upum hvað þeir freistuðu, maður sá þessa ofsalega flottu gítara. Framhúsinn var svo flottur. Já, þetta er svona fyrir augað sko. Og skiltin í glugganum, sem sagt hjá Sigríði Helgadóttur, það var sem sagt framhúsins frábærs. Þannig að þessi 2F þarna sem framhús frábær. Og þessi gítar hefur örugglega verið svona dýrari. Ég hugsa það nefnilega. Þetta er svona, hann er flottar meira í þennan vart. Og það var plata á honum sko, og það sést á þessari einu mynd sem er til af mér með hann gítara. Það er plata sem var hér alveg rosalega skrautleg plata sko, sem lá sko hérna og hérna upp í einhvern veginn og hérna. Og svona bogi og bogi hérna og veist, þetta var svolítið stæll sko. En þessi plati með þetta, hún brotnaði í eitthvað sem datt hún á. Brotnaði og þessum er nú þessi bara þetta stendur eftir sko. Af því sko. En þú ert búinn að eiga þennan gítar? Ég er búinn að eiga hann allan tíman. Hann reyndar, sko, ég ætlaði að fara vitlausast við það að skipta pick-up og ég var búinn að fara með pick-up á. En af því að það er svo mikið kúpa á honum og þetta passaði engan veginn. Ég gat engan veginn sko montena þó í. En það var til þess að hann var allur sko, hann var í tætlum sko í bara að vera það. Í frummyndum. Já, í frummyndum bara í 20-30 ár sko. En mér fannst alltaf hálsinn svolítið skemmtilega hálsinn á honum. Já, hann er svona nettur og... Nettur en þó ekki það þunnur eins og í Fender sem er svona oft til dæmis og Telecaster, sko, hann er svona einhvern veginn þinguleg. Já. Hann er svona aðeins gerðarlegri þessi hálsöldurinn. Já, þetta er alveg... Já, hann er ekki, það var nú taska með honum lengi verið, sko, en hún lenti í einhverju vatni og varð öll bara svona eins og, þetta er svona þessi pappatök gráu, með svona leðurlíkis, hérna svona randsaum. Akkurat. Það var allt einhvern veginn svona, eins og
bylgjupappi. En tíðarandi sem sagt þegar þú kaupir þennan gítar, að þá félagar þínir og svona vinnir og svona, þótti þetta ekki ansi mikið fjárfesting? Jú, þetta var nú svolítið svona. Alvöru gítar. Ég mætti að foreldrar mínir, þeir tóku góðan þátt í þessu. Já, þeir hjálpuðu. En var þetta sem sagt sumarhýran, varst í vinnu þá? Já, ég var í sumarvinnu sko og það fór ansi mikið af því og ég mætti að það hefði verið keypt á heimili sko einhvern tíma rétt líklega ári áður, sko, Telefunken segulband, svona reel-to-reel, sko. Já, alvöru. Já. Og þetta var svolítið pingu, sko. Mikil. Já, þetta var svolítið pingu, og magnarinn með og allt þetta, sko. En þetta hefur verið greinilega, sko, notað. Já, hann var ekki funkur í því keypta. Já. Það kemur kannski skýringin að þú kaupir hann þarna. Kaupir hann þarna. Og þá er hugsanlega að hann sé innfluttur. Já, hann er annarkvort innfluttur eða í umboðssölu eða eitthvað, ég veit það ekki, sko. Ég var einmitt að spyrja hann Baldur Má að þessu fyrir einhverjum árum. Hann myndi ekki eftir þessu, sko. Þetta er svona veglegri útgáfa en þeim gítur sem að man eftir mér í hljóðfæraverslu Sigríðar. Það voru meira svona plötugítarar. En ég veit ekki sko hvað við vakað fyrir þeim að breyta sko, að breyta þessum orginal eins og maður sér á myndu frá. Já, þú settir þetta ekki? Ég setti þetta ekki. Nei. Og þetta er svolítið hérna klúður hérna vegna þess að skrúðurnar eru ekki alveg í, sko ekki nákvæmlega réttar sko. Nei. Og er svona, þetta er svolítið shaky, þannig að þetta Bixby dæmi hefur verið sett í örugglega nokkuð nýja. Því vegna þess að ég fæ hann í greinilega þetta 1,5 árs þegar ég kom. Og það er eiginlega sami magnaðan, þó hann var reyndar sko magnaðan 60 mótir. Já. 59 eða 60, þeir voru framleitið þessu típu og var framleitið 59 og 60. Og hann kaup ég líka á saman tíma, hann er líklega haustið 67. Og þá er hann orðið 7 ára gamall, sko. En það sást reyndar ekkert á hann, hann var bara eins og ný, sko. Þarna fóru menn með þessa magnara sko gítara mjög vel út af því að þetta var það mikið. Það var haldið á þessu í fanginu alltaf tíð. Og þegar við vorum að, sko, ég átti heima á Hlíðavegi og svo vorum við að æfa kannski upp í Æskulífsvæði. Og þá var labba bara með naglann í fanginu. Og þetta var helvítið, þetta er þungt, sko, þetta er labbadæmi. Og svo að fara í strætó og þá var haldið upp hérna, það hélt maður á magnanum í sætinu, sko. Maður passaði þetta maður. Þessi takkar, þetta orginal? Það er allt orginalt af, ég reyndi að halda þessu alveg eins orginalina eins og ég keypti það, sko. En ég setti aðeins hérna svona stuðning til þess að hérna undir, sko. Til þess að því þetta var alltaf svolítið á fartinni. En núna er þetta svolítið, þetta er þéttara svolítið þetta nú var. Og svo það sem vantar hérna eru sko skrúfur eða rær sem að maður getur lyft hérna upp stólnum aðeins. Já, einmitt. Ég setti nú bara hérna skinnur hérna undir í staðinn og ég er að sko vegna þess að þetta er tommu, þetta er amerískt tommumál og það er ekki nokkulega að fá sko almennilega stórar rær sem að maður getur sett til þess að hækka, sko. Nú ætti ég bara að láta bara smíða það, sko. Þegar fyrst hann er komin í, þetta er búið að vera day and night, sko, að vinna að koma saman. Því að hann var náttúrulega, það var allt í hérna svo allt styrt og við reynda fann eina, sko, þetta við dottið úr hérna þessar fóðringar. Þær voru allar farnar með einu. Fann nú hérna líklega 3 og reyndi svo að fá svona svipað en það fannst ekki. Og það er nú verst með þetta netdæmi, sko, að þeir eru ekkert að selja neitt í þessa afagomnu, sko. Nei, það fær minna í það. En annað er orgininn eins og, nema náttúrulega þetta Bixby dæmi. Það er alveg örugglega ekki að fram úr sorgina. Veistu, hefur séð myndin á honum, eins og hann framleittur, það var Bixby? Nei, það er bara, Svo ég sagði að alveg fyrst, sko, það var allt öðruvísi sístar, sko. Það var svolítið svona, var miklu einhvern veginn minna og einhvern veginn svona minni prófíll einhvern veginn, sko. Og þetta sjá það náttúrulega betur á. Og hérna, og allt öðruvísi og ekkert líkt.